Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 1. Tímóteusarbréf 19 mínútur yfir 1. Í trú og með góðri samvisku. Henni hafa sumir frá sér varpað og liðið skipbrot á trú sinni. 1. Tímóteusarbréf 2:1. Fyrst af öllu áminni ég að bera fram ákall, bænir, fyrirbænir og þakkagjörðir fyrir öllum mönnum. 1. Tímóteusarbréf 2:2. Fyrir konungum og öllum þeim, sem hátt eru settir, til þess að við fáum lifa friðsamlegu og rólegu lífi í allri guðhræðslu og siðprýði. 1. Tímóteusarbréf 2:8. Ég vil að karlmenn biðjist hvarvetna fyrir, með upplyftum heilugum höndum, án reiði og þrætu. 1. Tímóteusarbréf 2:9. Sömuleiðis vil ég að konur skríði sér sæmandi búningi, með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum. 1. Tímóteusarbréf 10 mínútur yfir 2. Heldu með góðum verkum, eins og sómir konum, Guð vilja dýrka. 1. Tímóteusarbréf 11 mínútur yfir 2. Konan á að læra í kyrrþey, í allri undirgefni. 1. Tímóteusarbréf 4:7. En hafna þú vanheilugum kerlingaæventýrum og æf sjálfan þig í guðhræðslu. 1. Tímóteusarbréf 12 mínútur yfir 4. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúara, í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. 1. Tímóteusarbréf 13 mínútur yfir 4. Ver þú, þangað til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. 1. Tímóteusarbréf korter yfir 4. Stunda þetta, ver allur í þessu, til þess að framför þín sé öllum augljós. 1. Tímóteusarbréf 16 mínútur yfir 4. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendur þína. 1. Tímóteusarbréf 5:1. Ávíta þú ekki aldraðan mann harðlega, heldur áminn hann sem föður, yngri menn sem bræður. 1. Tímóteusarbréf 5:2. Aldraðar konur sem mæður, ungar konur sem systur í öllum hreinleika.
1. Tímóteusabrif 5:3. Heiðra ekkjur, sem í raun og veru eru ekkjur. 1. Tímóteusabrif 5:4. En ef einhver ekki á börn eða barnabörn, þá læri þau fyrst og fremst að sýna rækt eigin heimili og endurgjalda foreldrum sínum, því að það er þóknanlegt fyrir augliti Guðs. 1. Tímóteusabrif 16:5. Ef trúi kona á fyrir ekkjum að sjá, skal hún sjá fyrir þeim, og eigi hafi söfnuðurinn þyngsli af, til þess að hann geti veitt hjálpina þeim, sem ekkjur eru og einstæðar. 1. Tímóteusabrif 17:5. Öldungar þeir, sem veita góða forstöðu, séu hafðir í tvöföldum metum, allra helst þeir sem erfiða í orðinu og í kennslu. 1. Tímóteusabrif 20:5. Ávíta brotlega í viðurvist allra, til þess að hinir megi hafa ótta. 1. Tímóteusabrif 22:5. Eigi skalt þú fljótráðið leggja hendur yfir nokkurn mann. Tak eigi heldur þátt í annara syndum, varðveit sjálfan þig hreinan. 1. Tímóteusabrif 6:1. Allir þeir, sem eru ánauðugir þrælar, skulu sína húsbændum sínum allan skyldugan heiður, til þess að ekki verði lastmælt nafni Guðs og kenningunni. 1. Tímóteusabrif 6:2. En þeir, sem trúaða húsbændur eiga, skulu ekki lítilsvirða þá, vegna þess að þeir eru bræður, heldur þjóni þeim því betur sem þeir eru trúaðir og elskaðir og kappkosta að gjöra góðverk. Kenn þú þetta og áminnum það. 1. Tímóteusabrif 12:6. Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið, sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. 1. Tímóteusabrif 17:6. Bjóð ríkismönnum þessarar aldar að hreykja sér ekki né treysta fallvöltum auði, heldur Guði, sem lætur oss allt ríkulega í té til nautnar. 1. Tímóteusabrif 18:6. Bjóð þeim að gjöra gott, vera ríkir af góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. 1. Tímóteusabrif 20:6. Þú Tímóteus, varðveit það, sem þér er trúa fyrir, og forðast hinnar vanheilugu hégómaræður og mótsagnir hinnar rangnefndu þekkingar. 2. Tímóteusabrif 1:8. Fyrirverð þig því ekki fyrir vitnisburðin drottin vorn, né fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðarendisins, svo sem Guð gefur máttin til. 2. Tímóteusabrif 2:2. Og það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist, það skalt þú fá í hendur trúumönnum, sem líka munu færir að kenna öðrum. 2. Tímóteusabrif 2:7. Tak eftir því, sem ég segi. Drottin mun gefa þér skilning á öllu. 2. Tímóteusabrif 2:8. Minnstu Jesú Krists, hans sem risinn er upp frá dauðum, af kyni Davíðs, eins og boðað er í fagnaðarendi mínu. 2. Tímóteusabrif 14:2. Minn á þetta og heit á þá fyrir augliti Guðs að eiga ekki í orðastælum til einskis gagns, áheyrendum til falls. 2. Tímóteusabrif korter yfir 2. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. 2. Tímóteusabrif 22:2. Flýð þú æskunar girndir, en stundar réttlæti, trú, kærleika og frið við þá, sem ákalla drottina hreinu hjarta. 2. Tímóteusabrif 24:2. Þjónn drottins á ekki að eiga í ófriði, heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum. 2. Tímóteusabrif 25:2.
Hógvær hann agar þá, sem skipast í móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti, sem leiddi þá til þekkingar á sannleikanum. 2. Tímóteusarbréf 4:2. Prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. 2. Tímóteusarbréf 4:5. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjörverk trúboða, fullna þjónustu þína. Títusarbréfið 1:8. Hann sé gestri sinn, góðgjarn, hóglátur, réttlátur, heilagur og hafi stjórn á sjálfum sér. Títusarbréfið 2:2. Aldraðir menn skulu vera bindindisamir, heiðvirðir, hóglátir, heilbrigðir í trúni, kærleikanum og þolgæðinu. Títusarbréfið 2:3. Svo eiga á aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þær skulu ekki vera rógberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér. Títusarbréfið 2:4. Til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn. Títusarbréfið 2:5. Vera hóglátar, skýrlífar, heimilisræknar, góðlátar og eiginmönnum sínum undirgefnar, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt. Títusarbréfið 2:6. Svo skalt þú og áminna hina yngri menn að vera hóglátir. Títusarbréfið 2:7. Sýn þig sjálfan í öllum greinum sem fyrirmynd í góðum verkum. Vertu grandvar í fræðslu þinni og heilhuga, svo hún verði. Títusarbréfið 2:8. Heilnæm og óaðfinnanleg og andstæðingurinn fyrirverði sig, þegar hann hefur ekkert illt oss að segja. Títusarbréfið 2:9. Áminn þræla að þeir séu undirgefnir húsbændum sínum og í öllu geðþekkir, ekki svörulir. Títusarbréfið 2:10. Ekki hnupsamir, heldur skulu þeir auðsýna hvers konar góða trúmennsku, til þess að þeir prýði kenningu Guðs frelsara vors í öllum greinum. Títusarbréfið 3:1. Minn þá á að vera undirgefnir höfðingjum og yfirvöldum, hlýðnir og reiðubúnir til sérhvers góðs verks. Títusarbréfið 3:2. Lastmæla engum, vera ódeilugjarnir, sanngjarnir og sýna hvers konar hógværð við alla menn. Títusarbréfið 3:9. En forðast þú heimskulegar þrætur og ættartölur, deilur og lögmálstælur. Þær eru gagnslausar og til einskis.